En það eru víða verið að fagna sjómannadeginum, náttúrulega bara allt land og hér á Akureyri á Norðurslóðasetrinu, þar ætlar nú engin annar en Ómar Ragnarsson að mæta og skemmta og við náðum tali af honum og hann ætlar aðeins að segja okkur hver við von á og hvernig honum líkar við Akureyringa. Gjörðu þið svo vel. Já, það á að vera fjör annað kvöld í Norðurslóðasafninu undir kjöruninu. Það er gaman að vera saman og ég hef áður gert þetta hér á Akureyri. Það var þegar að ég átti 25 ára skemmtikraftsafmæli og þá voru 17 sýningar í Sjallanum og gríðarlegt fjör og stóð í 3,5 tíma. Nú verður ekki svo langt. Ég er búinn að máta þetta í fyrra á Suðureyri. Þá var ég með 1,5 tíma prógram þar. Aktalón hét það og mun taka það besta úr því. Og það var þannig raðað saman að fjölbreytninni mikil. Það eru tónlistarmyndbönd og það eru fjöldasöngvar og það eru grínþættir og eftirhermur og skipt nokkurn veginn þannig að helmingurinn það fjörugasta sem ég finn af fyrri hluta ferilsins og síðan allt þetta nýja sem alltaf að bætast við hjá mér. Og ég að halda upp á það að það eru 60 ár síðan að ég varð hálfgerður landafjandi á útofnum allt land og kom til Akureyrar í fyrsta skipti, siglandi eftir Eyjafirðinum vegna þess að þetta voru 3 héraðsmót sjálfstæðismannanna á Ólafsfirði og svo Akureyri og svo Reistará. Og þannig að við syngjum auðvitað annað kvöld að siglin Eyjafjörðinn og mikið fjör og mikið grín. Og það hægt að gera svo margt á Akureyri. Hér á ég svo skemmtilega flugvini og það svo mikil velvilji hér í garð flugsins að lögreglan leyfði mér einu sinni að lenda fyrir framan leikhúsið, þið trúið kannski ekki í dag, og líka fyrir framan nestið þarna við Drottningarbrautina þegar ég var að kynna bókina Kárahnjúkar með og á móti. Ég held mikið upp á Akureyri, ég var rétt nýbyrjaður. Það tók ekki um 8 mánuði að vera algjörlega óþekktur frá því að hafa verið inn í nánast hverjum einu hversmannskafli hér í Reykjavík veturinn og síðan út all land á öllum stöðum landsins í ágúst. Þetta var rosalega gaman og við ætlum að reyna að hafa sama gamani núna annað kvöld. Og það nú misjafnar sögur sem að menn segja viðskipti sínum við Akureyringa. Ég hef ekkert gott þá að segja. En Flosi Ólafsson var nú svona í Kersknís hug þegar hann fór héðan eftir að hafa verið leikstjóri og kvaddi Akureyringa svona: á Akureyri það bil ekki neins ég sakna. Jú, þar fagur þangað til þorpsbúarnir vakna. En svo var það svo skemmtilegt fyrir 10 árum þegar ég var að halda upp á afmæli þá, 50 ára afmæli og var á Akureyri og gisti. Það var svo mikill hávaði fyrir utan hótelgluggann að ég gat bara ekki sofið fyrir morguninn og þá kláraði ég sólarhringinn sem að Flosi hafði byrjað á og þá var þessi vísa til: á Akureyri það bil ást mín fer að dofna. Þar ólíft þangað til þorpsbúarnir sofna. En það verður enginn sem sofnar annað kvöld, því lofa ég ykkur.